Verið velkomin á rafræna kynningafundinn Á hugmyndi mín möguleika á fjármögnun og hvernig virkar umsóknargáttin. Við erum þrjú sem stöndum að þessari kynningu, Hildur, Elva og Ari Páll. Við þrjú erum öll ráðgjafar og umsýsluaðilar fyrir uppbyggingarsjóðinn á vegum SSNE. Hér er þó gott að geta þess að allt starfsfólk SSNE er boðið og búið að aðstoða við hugmyndavinnu og umsóknir. Símanúmer og netföng starfsfólks eru aðgengileg á heimasíðunni. Jafnframt er gott að minnast á að sérnefnd fer yfir umsóknir, svokölluð úthlutunarnefnd, og við erum ekki hluti af henni. Við skulum hér halda áfram yfir á næstu glæru. Fyrir sumarhlustendur gæti þetta vera ákveðin endurtekning en aldrei er góð vísa of oft kveðin. Fyrir þau ykkar sem hafa sótt áður en ekki fengið, leggjum við til að þið óskið eftir endurgjöf hvað hefði mátt betur fara, það er að segja, ef þið ætla að senda inn aðra umsókn fyrir sama eða svipað verkefni. Markmið okkar sem umsýsluaðila sjóðsins er að gefa ykkur hagnýtt ráð við umsóknarskrifin, að bæta gæði umsókna og þar með fækka umsóknum sem eru til dæmis ógildar þar sem þær eru á skjön við reglur sjóðsins. Tíminn okkar allar er dýrmætur og mikilvægt að sækja í átt að réttu marki. Sem sagt, takmarkið er ekki endilega að fjölga umsóknum með aukinni þjónustu, heldur tryggja að þær séu vel undirbúnar og unnar. Slík forvinna mun koma verkefnum til góða hvort sem þau hljóta framgang í þessum sjóði eða öðrum. Veittir eru styrkir í eftirfarandi 3 flokkum: verkefnastyrkir á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar, verkefnastyrkir á sviði menningar og síðan stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar. Þið sem umsækjendur veljið í upphafi umsóknarferlisins í hvaða flokk þið eru að sækja. Og í takt við sóknaráætlun landshlutans er lögð sérstök áhersla á verkefni er snúa að umhverfismálum. Sú áhersla kemur fram til dæmis í matsblaðinu sem sérstakur matsþáttur með 10% vægi. Umhverfisáherslan kemur sem sagt fram í matsþætti en ekki sem sérflokkur. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og sem slíkum ber úthlutunarnefnd skylda til að taka tillit til samkeppnissjónarmiða við val á verkefnum. Hugmyndin er að styðja við verkefni sem skila nýrri afþreyingu, þjónustu eða vörum á svæðið en ekki þau verkefni sem auka samkeppni við þau sem fyrir eru á nærsvæðinu. Þess vegna er lögð áhersla á nýnæmi eða sérstöðu verkefna og er sérpláss tileinkað þeim parti í umsókninni. Þið þurfið því að koma sérstöðu verkefnisins ykkar í orð í umsókninni. Það er afar mikilvægt að opna sóknaráætlunina og velta fyrir sér hvort og þá hvernig verkefni ykkar rímar við áherslur og markmið hennar. Ef ykkar markmið tengjast ekkert áherslum eða markmiðum sóknaráætlunar, þá liggur í raun fyrir að verkefni muni ekki hljóta brautargengi og fá fjármuni úr sjóðnum. Það er vegna þess að tilgangur sjóðsins er að styrkja verkefni sem falla að sóknaráætlun. Sjóðurinn styrkir að jafnaði ekki meira en 50% af heildarkostnaði verkefna. Til að setja það í samhengi má segja að ef þið eru með verkefni og kostnaðurinn við það er 100.000 krónur, þá getur sjóðurinn styrkt alltaf 50.000 krónur og hinar 50.000 krónurnar þyrftu að koma frá til dæmis öðrum sjóðum, þið að leggja sjálf 50.000 krónur í verkefnið eða eigin vinnu í verkefnið upp á 50.000 krónur eða einhver blanda af þessu. Fólkið sem fer yfir umsóknir spyr sig aftur og aftur: er verkefnið í heild raunhæft? Eða eru einstakir liðir í umsókninni raunhæfir og trúverðugir? Er til dæmis líklegt að þessi tímarammi gangi upp? Er líklegt að verkefnið kosti svona mikið? Er líklegt að verkefnið kosti svona lítið og úr því verði með þessu fjármagni og svo framvegis? Okkar fyrsta ráð er því að hefja ferlið ykkar tímalega og afla ykkur upplýsinga, til dæmis kostnaðarliði og annað sem þörf er á og vera raunsæ og nákvæm. Það er nauðsynlegt að fylla inn í alla reiti umsóknarinnar til hún teljist gild en ekki setja inn langlokur af því að þið haldið að það líti betur út. Reynið heldur að vera hnitmiðuð og hugsa ykkur að sá sem lesi yfir umsóknina nái inntakinu fljótt og örugglega og geti endursagt fyrir hvað verkefnið standi.
Eitt af besta sem þið getið gert fyrir umsóknina er að biðja einhvern vin eða fjölskyldumeðlim að lesa yfir umsóknina áður en þið sendið hana inn. Helst tveggja aðila, eins sem ekki þekkir viðfangsefnið og eins sem þekkir það. Þá fáið þið komment á hvort þetta annars vegar hnitmiðað og skiljanlegt fyrir mannesku sem ekki þekkir til viðfangsefnisins og hins vegar gæti sá sem tilþekkir bætt einhverjum gullkornum inn í umsóknina. Svo er alltaf gott að fá einhver til að lesa yfir varðandi málfar og stafsetningu, fínpússa heildina. Sem sagt, betur sjá augu en auga, biðjum hjálp bæði fyrir efnislega þáttinn og málfar. Sjóðurinn er verkfæri landshlutans til að styðja við áherslur sóknaráætlunar. Fyrsta skref er því að lesa yfir sóknaráætlunina. Hún er auðlesin og í styttri kantinum. Því næst er að skoða verklagsreglur sjóðsins, jafnvel hefja leika á því að skoða hvað er ekki styrkhæft. Ef þín hugmynda umsókn virðist innihalda óstyrkhæfa liði, þá er nokkuð ljóst að einhverju þarf að breyta í hugmyndavinnunni, allavega ef þú vilt auka líkur á fjármögnun. Þegar búið er að skoða sóknaráætlunina og verklagsreglur og allt virðist vera eins og blómstriðina, þá er tímabært að skoða matsblaðið. Þar sérðu eftir hverju úthlutunarnefndin gefur stig. Þá er gott að spyrja sig hvernig þættir matsblaðsins ríma við þína hugmynd að verkefni. Getur kannski dreif fram einhverja sérstöðu eða atriði enn sterkar fram. Ef þú ert svona með hálfkarraða hugmynd og veist ekki alveg hvert þú ætlar með hana, mælum við með því að skoða fyrri úthlutanir sjóðsins bæði upp á hugarflæði og til að sækja ekki verkefni sem hefur þegar verið framkvæmt. Svo er líka bara svo gaman að fylgjast með öllu þessu kraftmikla og hugmyndaríka fólki í landshlutunum. Sóknaráætlun, matsblöð, úthlutun og verklagsreglur er kannski ekki eitthvað sem þið að skoða dagsdaglega, svona almennt, og þess vegna á uppbyggingarsjóður sér svæði inn á heimasíðu SSNI og þar er þessi gardína sem segir hvernig verkefni eru styrkhæf og þar höfum við hlaðið þessum skjölum niður til að auðvelda aðgengi að þeim. Það er gott að hafa þessar 3 hugmyndir í kollinum þegar þú lest sóknaráætlunina. Hvernig fellur þitt verkefni að sóknaráætlun? Hvernig færi þitt verkefni okkur nær þeim markmiðum sem kveðið er á í sóknaráætlun og hvaða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ríma við verkefni þitt? Og það er gaman að segja frá því að í raun er búið að vinna hluta af vinnunni fyrir þig og við ætlum að sýna það á næstu glæru. Hér ætti að birtast ykkur blaðsíður úr sóknaráætlun þar sem búið er að flétta saman markmið, dæmi aðgerðir og viðeigandi heimsmarkmið fyrir hvert markmið. Þetta er búið að gera fyrir báða flokkana, atvinnuþróun og nýsköpun og menningu, en jafnframt fyrir umhverfismálin. Endilega skoðið þetta vel og nýtið ykkur. Varðandi verklagsreglurnar, þá teljum við að það sé ágætisbyrjun að skoða lið 11. Þar sjáið þið strax hvort ykkar hugmyndaverkefni eigi erindi í þennan sjóð. Ef niðurstaðan er að hugmyndin ykkar eigi ekki erindi í þennan sjóð, þá eru mögulega aðri sjóður fyrir hendi sem ykkar verkefni fellur betur að. Við starfsfólk SSNI veitum almenna ráðgjöf varðandi þróun verkefna og sókn í aðra sjóði, svo það er að gera að fallast ekki hendur, heldur hafa samband. Netföngin okkar finnið þið á heimasíðunni. En aftur að verklagsreglunum. Í lið 11 kemur þetta skýrt fram. Tökum hérna dæmi. Ef verkefni ykkar felur í sér að gefa út geisladisk, þá er það ekki styrkhæft. Ef það felur í sér að kaupa lóð, þá er það ekki styrkhæft. Aftur á móti getið þið mögulega sótt hlutaverkefnis sem innihalda ekki þessa óstyrkhæfu liði. En þá útbúið þið umsókn fyrir þann hluta en ekki heildarverkefnið. Þið lesið auðvitað þennan lið verklagsreglna en okkur langar samt að undirstrika að sjóðurinn veitir ekki styrki aftur í tímann. Ef verkefni ykkar hefur falið í sér eitthvað kostnað í júní á þessu ári og þau eru að sækja fyrir honum í þessu ferli sem er í gangi núna, þá er það ansi líklegt að hugmyndin eða verkefnið hljóti ekki fjármögnun. Þá er aftur gott að minna á
að hugsa heildarverkefni í skrefum og sækja þann hluta verkefnisins sem fellur innan tímarammans. Varðandi styrkhæfi umsækjanda þá kemur fram í verklagsreglum að umsækjandi skal hafa skilað lokaskýrslu vegna fyrri verkefna fyrir 5. janúar til að ný umsókn verði afgreidd af úthlutunarnefnd. Dagsetningin 15. janúar fyrir þau verkefni sem fengu styrk í janúar 2022. Síðan kemur þar jafnframt fram að umsækjendur skulu vera lögráða einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir eða sveitarfélög á Norðurlandi eystra. Stofnanir, opinber hlutafélög og samtök í meiri hlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga skulu að jafnaði ekki vera leiðandi aðili í verkefnum styrktum af uppbyggingarsjóði. Umsækjendur stofn- og rekstrarstyrki á sviði menningar skulu vera lögaðilar. Varðandi viðmið mat á verkefnum þá segir í 9. lið: Umsóknir þurfa að tengjast markmiðum sóknaráætlunar Norðurlands eystra en auk þess sérstaklega tekið tillit til umsókna sem falla einni eða fleiri af eftirtöldum áherslum og þá eru taldar upp ýmsar spennandi áherslur á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningar eins og verkefni sem stuðla að nýtingu auðlindasvæðisins til atvinnusköpunar, verkefni sem stuðla að nýsköpun á svæðinu, verkefni sem stuðla að samstarfi fyrirtækja, stofnana, hópa og eða svæða, verkefni sem hafa mikil samfélagsleg áhrif, verkefni sem stuðla að sjálfbærni og jákvæðum umhverfisáhrifum, verkefni sem fela í sér frumsköpun á sviði lista, menningarverkefni sem styðja við aukna umhverfisvitund og sjálfbærni. Þetta voru svona nokkur dæmi, en þið lesið þetta alveg hreint endilega. Varðandi væntingastjórnun greiðslur þá er gott að skoða greinina greiðslufyrirkomulag. Þar kemur fram að það þarf að skila skýrslu eða skýrslum eftir umfangi eða fjölda greiðslóska sem og hvort greiða megi helming strax, 30% eða 80% upphæðar. Og það er gott að kynna sér þetta upp á bæði væntingastjórnun og hvenær hægt er að óska eftir greiðslu. Okkur langar að undirstrika að umsækjandi ábyrgist að fullnægjandi leyfi séu fyrir framkvæmd verkefnisins og notkun heimilda ef þarf og ber ábyrgð á öllum þáttum verkefnisins. Umsækjandum er að sjálfsögðu heitið trúnaði varðandi umsóknir þeirra í samræmi við upplýsingalög en birtur verður opinberlega listi yfir styrkþega, heiti verkefnis og styrkupphæð ásamt kynningartexta. Kynningartextan skrifið þið umsækjendur sjálfur og gott að hugsa hann sem tæki eða tól til að kveikja í fólki til að lesa áfram eða kynna sér ykkar verkefni. Þá ætlum við í 3. þáttinn sem er matsblaðið. Við erum sem sagt enn að skoða hvort hugmyndirnar ykkar eigi yfir höfuð möguleika á fjármögnun úr uppbyggingarsjóði. Hér ætlum við aðeins að glugga í matsblaðið sem var undir sömu gardínu og sóknaráætlun og verklagsreglur. Lesið matsblaðið yfir og sjáu hvaða þættir ykkar verkefnis gefa stig. Leggið áherslu á þá þætti. Fáið svo endilega einhvern til að lesa yfir matsblaðið og umsóknin ykkar og koma með athugasemdir hvað megi betur fara. Á skjánum er hluti matsblaðsins. Það sem okkur langar að benda ykkur á er að ef umsókn fær 0 stig fyrir einhvern af 3 fyrstu liðunum telst hún sjálfkrafa ófullnægjandi og verður ekki tekin fyrir efnislega. Þeir liðir eru hér rauðir. Sem dæmi þurfa markmið og afurð að vera ljós, tímaáætlun þarf að vera trúverðug, kostnaðaráætlun líkleg til að standast og svo framvegis. Annað sem við viljum vekja athygli á er að 2 spurningar eru misjafnlega orðaðar eftir því hvort menningar eða atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni er að ræða. Sjáum næstu glæru. Þetta eru sem sagt spurningar 7 og 10. Ef þið eru að sækja fyrir menningarverkefni þá myndið þið til dæmis skoða 7 og 10M. Þá ætlum við að skoða 4. liðinn sem mikilvægt er að kynna sér til að auka líkur á fjármögnun, fyrri úthlutanir. Það er áhugavert að skoða tölfræði síðustu ára. Ef við skoðum til dæmis heildarupphæð umsókna að þá er verið að óska eftir 250 til 350 milljónum meira en eru í pottinum.
Úthlutunarupphæð stóð í stað síðustu 2 ár og umsóknum fækkaði á milli ára. Flestir styrkir eru undir 1.000.000. Það er því gott, líkt og við höfum talað í dag, að hafa það bak við eyrað að þetta er samkeppnissjóður og vinna umsóknirnar í takt við það. Eitt af okkar ráðum er að skoða hvers konar verkefni hafa fengið styrk. Er eitthvað þeirra svipað þínu og ef svo er, geturðu dregið nýnæmi eða sérstöðu þíns verkefnis enn betur fram. Ef þið eru búin að skoða þessa 4 liði sem við teljum upp og eru orðin ansi hreint ánægð með ykkar hugmyndaverkefni, þá er gott að gefa sér tíma til að skoða lokaskýrsluformið. Þá fáið þið ágætis mynd af því hvaða spurningu þarf að svara þegar kemur að því að fá greitt. Lokaskýrsluformið þarf þó ekki að skoða á þessum tímapunkti, en er þó afar hentugt upp á ykkar vinnu seinna meir. Hér sjáum við hvernig skilum á umsóknum dreifist eða öllu heldur dreifist ekki. Því flestum er skilað síðustu 2-3 dagana. Okkur langar bara rétt að minna á að byrja tímalega og fá ykkar fólk til að lesa yfir nógu snemma til að þið hafi tíma til að vinna úr athugasemdum. Hér á skjánum sjáum við hvar umsóknargáttina er að finna. Þið farið inn á ssne.is, inn á uppbyggingarsjóðsvæðið og þar undir mikilvægir hlekkir getið þið skráð okkur inn og stofnað umsókn. Inn í gáttinni er alltaf svona stika efst sem sýnir ykkur hvar þið eruð. Eins og þið sjáið þá skráið þið umsækjanda, síðan getið þið haft annan aðila eða umsækjanda sem verkefnisstjóra. Því næst skilgreinið þið samstarfsaðila. Þá er komið að verk- og tímaáætlun pluss kostnaðaráætlun og að lokum er það svo áminningurinn. Eftir að þið eru búin að lesa vel yfir og samþykkja að þið hafi kynnt ykkur verklags- og úthlutunarreglur og skráð inn grunnupplýsingar umsækjanda, þá getið þið flakkað á milli að vild. Til dæmis getið þið verið að vinna í verk- og tímaáætlun ef þið eru í skipulagsskýr, en ef þið eru meira í stuði til að skrifa hversu frábært verkefnið er, þá skellið þið ykkur beint í að skrifa áminningin. Þið getið sem sagt flakkað á milli og umsóknirnar vistast sjálfkrafa. Númer 1 er að nota rétta kennitölu. Ef að þið eru að sækja verkefni fyrir hönd óstofnaðs félags, þá er hægt að veita undanþágu í samningsferlinu og færa yfir á aðra kennitölu. Til dæmis ef fjármagnið er forsenda þess að stofna félagið, en þá takið þið það fram í umsókninni. En ef þið eru að sækja á ykkar persónulegu kennitölu en átti að vera á kennitölu lögaðila, þá mælum við með að byrja aftur. Hægt er að hafna slíkum umsóknum ef horft er til fyrstu matsþáttanna í matsblaði. Okkur þykir voða gott að fá auðkennandi mynd fyrir verkefnið, bæði geta þær haft skýringargildi eða varpa enn betra ljósi á verkefnið ykkar, en svo eru þær líka mikilvægar sem kynningarefni ef verkefnið hlýtur styrk. Þarna sjóðið þið jafnframt saman kynningartextann fyrir verkefnið og eins og við myndust á er gott að hugsa hann sem fréttatexta til að kveiki fólki til að vilja lesa sér meira til verkefnið. Hér er aftur gott að huga að styrkhæfum liðum og verklagsreglunum almennt. Sjóðurinn styrkir ekki aftur í tímann. Þannig að upphafsdagur verkefnisins sem þið eru að sækja hér er í fyrsta lagi 18. nóvember. Heildarverkefni ykkar getur þó alveg hafa hafist fyrr, en þið getið ekki sótt styrk fyrir þeim liðum hér. Varðandi verkþætti og tímasetningar, þá getið þið litið á þennan lið umsóknarinnar sem ykkar hald og traust í verkskipulagi. Endilega spyrjið ykkur oftar en ekki hvort þið sé að setja niður trúverðuga áætlun, því ef hún er ekki trúverðug í ykkar augum, þá er líklegt að hún sé það ekki heldur í augum nefndarinnar. Verkþættirnir tala síðan beint við kostnaðaráætlunina og við komum inn á það eftir smá. Hér langar okkur jafnframt að nefna að verkþáttur er ekki jafnt og að vinna verk af höndum. Tökum dæmi. Hér erum við búin að búa til verkþætti eins og að hafa samband við hljóðfæraleikara, að panta salina, að kaupa veitingar og í flestu tilvikum eru þetta verk en ekki verkþættir og óþarf að hafa þetta svo nákvæmt. Hér hefðu verkþættirnir geta verið 2,
annars vegar undirbúningur hljómsveitar og undirbúningur viðburðar. Stundum gæti þó verið gott fyrir ykkur að búta niður. Þið vegið og metið það. Því það fer vissulega eftir eðli verkefna hvers konar sundurliðun á verkþáttum er heppileg. Sum verkefni eru unnin í áföngum og því eðlilegt að skipta verkþáttum eftir þeim áföngum. Sjá til dæmis þessa mynd á skjánum þar sem verkþættirnir eru 3, undirbúningur, framkvæmd, úrvinnsla. Tiltölulega einfalt en í takt við umfang þessa verkefnis. Í viðameiri verkefnum eru verkþættirnir kannski fleiri. Sum verkefni fela í sér fleiri en eina afurð og þá er kannski eðlilegt að skipta verkþáttum eftir þeim, svo sem markaðsrannsókn, viðskiptaáætlun, vefsíða. Þá kann stundum að vera heppilegt að skipta verkþáttum eftir kostnaðarliðum, vinna, akstur, kynningarefni og auglýsingar. Þetta skoðið þið allt saman í takt við ykkar umsókn. Hér sjáið þið formið fyrir kostnaðaráætlunina. Hvern kostnaðarlið tengið þið beint við verkþætti sem þið skilgreinduð í skrefinu á undan. Tökum dæmi. Ef verkþátturinn er að setja upp myndlistasýningu þá gætu kostnaðarliðir þess þáttar til dæmis verið 3, segjum sérfræði þjónusta ljósamanns, greiðsla fyrir afnot af húsnæði og sjálf uppsetningin. Þegar þið hafið fyllt út alla kostnaðarliði þá kemur þarna heildartala ofarlega til hægri, þið sjáið þarna græna ör. Þá þarf að huga að fjármögnun, það er næsta skref. Hún þarf að vera trúverðug og í samræmi við heildarkostnaðinn. Við minnum á að þetta er áætlun. Svo þarna setjið inn aðra styrki sem þið hafið sótt en ekki fengið svar. Til dæmis KEA eða Rannís upp á 100.000 krónur. Svo ætlið þið kannski að gefa eigið vinnuframlag, þar skráið þið það hér og svo framvegis. Hér ætlum við að skoða kostnaðaráætlun út frá verkþáttunum 3 sem við stofnuðum áðan. Það eru 3 aðilar að vinna í þessu verkefni og allir eru með 16 klukkustundir í æfingatíma fyrir tónleika. Þið skráið inn heiti kostnaðarliðar sem er til dæmis æfingatími, Jasper, og ætlið síðan að tengja við viðeigandi verkþátt. Þið sjáið grænu örina, þar sem þið veljið viðeigandi verkþátt og það er verkþátturinn undirbúningur sem á við hér. Í þessu ímyndaða dæmi sjáið þið síðan fram á auglýsingarkostnað. Undir hvaða verkþátt passar sá kostnaður? Í raun engan af þessum 3. Þá er ljóst að gott er að fara 1 skref tilbaka og stofna verkþáttinn markaðsefni. Við höldum áfram með sama verkefni. Hér sjáið þið að heildarkostnaður er komin upp í 1.005.200 krónur. Þið sjáið þarna appelsínugulu örina. Og þá er komið að fjármögnunarliðnum. Kerfið segir ykkur strax að hámarksstyrkur er 502.200 því sjóðurinn styrkir mest 50% af kostnaði verkefnisins. Kerfið er í raun alltaf að aðstoða okkur við að búa til góða áætlun. Þið eru búin að setja inn að þið ætlið að sækja 500.000 krónur í sjóðinn, að þið ætlið að leggja fram 300.000 krónur sjálf í formi vinnuframlags eða fjármagns og að þið reikni með að aðgangseyrir verði 100.000 krónur. En þá er verkefnið einungis 90% fjármagnað og það er þá ekki nægilega trúverðugt eða líklegt til að ganga upp. Þá þurfum við annaðhvort að fækka kostnaðarliðum, lækka þá eða endurskoða fjármögnun. Þið sjáðu þarna rauðu örina þar sem hún er að benda á þessi 90%. Í þessu tilfelli þá munið þið allt í einu eftir því að þið voru reyndar búin að sækja 200.000 krónur til KEA en svarið var bara ekki komið. Þið fyllið inn þessar óstaðfestu 200.000 krónur. En sjáið að þið eru komin í 109% fjármögnun. Þá sér úthlutunarnefndin fyrir sér að þið þurfið ekki allar þessar 500.000 krónur í styrk. Þið séð í raun of fjármögnuð. Hér er líka tilefni til að nefna það að ekki er hægt að sækja fyrir sömu kostnaðarliðum aftur. Það er að segja, uppbyggingarsjóður greiðir ekki fyrir verkþætti sem hafa nú þegar verið fjármagnaðir úr öðrum sjóðum. En aftur að dæminu, þið eru í 109% sem er of fjármögnun. Þið sjáu þarna rauðu örina. Þá gerið þið aðra tilraun. Þið vitið að heildarkostnaður er 1.005.200 krónur.
Þið að sækja 500.000 krónur í uppbyggingarsjóð og 200.000 til KEA og reiknið með 100.000 krónum í aðgangseyri. Þá hafið þið svigrúm til að minnka eigið framlag í umsókninni. Því að 500.000 pluss 200.000 pluss 100.000 eru 800 og ef þið dragið þá upphæð frá heildarkostnaði verkefnisins þá kemur í ljós að þið eigið eftir að fjármagna 205.000 og 200 krónur sem í þessu tiltekna dæmi er ykkar eigið framlag. Þið gætu líka hafa kosið að halda ykkar framlagi enda nú þegar búin að ákveða þið ætla að vinna þetta mikið í verkefninu og lækkað þá upphæð sem þið ætla að sækja í þennan sjóð. Og ég minni aftur á að þetta er áætlun. Kannski kemur í ljós að KEA styrkir ekki 200.000 krónur, heldur var úthlutun þeirra upp á 100.000 krónur og þá hækkar aftur eigið framlag eða þið fækkið kostnaðarliðum eða lækkið þá. En þið eru að gera áætlun. Ef verkefni hlýtur styrk og fjármögnunin er ekki 100%, þá er tækifæri til aðlögunar í takt við fjármögnun á þeim tímapunkti, altså þegar gengið er til samninga. Þið sjáið á skjánum reikningsdæmi fyrir þetta tiltekna dæmi og nú færum við þessa tölu 205.000 og 200 krónur inn í formið. Nú er fjármögnunin sama tala og kostnaður og kerfið er glatt með sín 100%. Endilega láti kerfið hjálpa ykkur við að búa til áætlanir. Inn á vefsvæðinu okkar er jafnframt að finna Excel-form sem þið getið nýtt ykkur við útreikninga. Ég gleymi náttúrulega að segja ykkur að þannig er græna örin sem að bendir á þessi 100%. Nokkur lokaráð. Prófið að setja ykkur í spor fólksins í úthlutunarnefnd. Hugsið að þið séu hinum megin við borðið að lesa yfir 150 til 250 umsóknir. Að óska sér eftir 400 milljónum en að þú hafir 75 milljónir til að útdeila. Og svo aftur í ykkar spor. Notið umsóknareyðublaðið. Fyllið út alla liði með hnitmiðum texta og hafið þar allar lykil upplýsingar. Ekki segja bara sjá fylgiskjöl. Í reiti fyrir einstaka liði og láta nefndamenn þurfa að leita í þeim að grunnupplýsingum. Talið skýrt og skilmerkilega. Kynnið verkefnið, umsækjanda og afraksturinn eins og nefndarmenn hafi aldrei heyrt þetta þrennt áður. Gerið vandlega grein fyrir áminningnum, útkomunni eða afrakstrinum. Það er alltaf einhver í úthlutunarnefndum sem dáir hina mælanlegu mælikvarða. Og setjið fram raunhæfar kostnaðartölur. Það er alltaf einhver í úthlutunarnefndum sem hefur mikla þekkingu á hvaða alls konar kostar og hvaða tíma vinna við ólíka verkþætti tekur. Og að lokum, bendið sjálf á í umsókninni á alla jákvæða þætti og tengingar. Nefndarmenn taka við ógrynni upplýsinga og þeim gefst ekki tími til að upphugsa slíkt sjálfir, svo endilega dragið það fram. Við minnum á að vefsvæðið okkar, sem er bæði á íslensku og ensku. Þar er hægt að finna ógrynni af upplýsingum sem á spurt- og svaradálk sem við hvetjum ykkur jafnframt til að nota. Frekari upplýsingar umsóknir almennt veitum við öll. Það er að segja allt starfsfólk SSNE er boðið og búið að aðstoða og beina ykkur í réttar áttir. Við ætlum því að enda á stuttu myndbandi sem sýnir ykkur hvar þið finnið netföngin okkar. Þarna sjáið okkur birtast. Gangi ykkur vel með umsóknirnar ykkar í þennan sjóð sem og aðra. Takk í dag.